komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og við ætlum að ræða hvalveiðar. En fyrsta langreyðurinn sem Hvalur HF veiddi eftir að veiðar hófust á 9 haustið 2023. Eftir tímabundna stöðun háði langt dauðastríð en myndbönd af þessu hrylling, svo mætti orðið komast, fóru í svona, komu fyrir almenning á fjölmiðlum í dag og Vísi meðal annars, en við ætlum að sýna þessi myndbönd hér á eftir og vara ég sérstaklega við því. Hingað eru komnar þær Rósa Líf Darradóttir læknir og formaður samtaka dýravelferð og stjórnarkona hvalavina og Valgerður Árnadóttir nemi í stjórnmálafræði og talskona hvalavina. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Við kannski byrjum bara á að horfa á myndband. Já, þarna sáum við brot af hryllilegu dauðastríði langreyðar við Hval HF eftir að veiðar hófust að 9 síðasta haust. Hingað eru komnar hvalavinir, Valgerður og Rósa Líf, verið velkomnar. Takk fyrir. Þetta er hryllilegt. Já, það er ekki hægt að segja annað. Þetta er auðvitað ekki fyrsta sinn sem við sjáum eitthvað svona sambærilegt, en það er samt alltaf jafn hryllilegt að sjá það og þetta er ótrúlega langt dauðastríð og ég held að hver sem sér þetta hérna verður djúpt snortinn af því en engu síður þá þegar þú veist þetta var birt hann í gær og þá eru strax einhverjar athugasemdir á kommentakerfunum og það sem að má sjá að það eru einhverju svona þetta er ekkert verið en að veiða fisk og allt þetta en hvalir eru spendýr og þetta er bara svona frekar eins og að líka í við að svona myndum við drepa kú, að við myndum kvelja hana í rúman hálftíma og horfa á hana heyja sitt hræðilega dauðastríð. Þannig að það er ekkert sambærilegt að líka þessu við dýr sem að hefur ekki sama taugakerfi og tilfinningagreind og önnur spendýr. Þetta þarf að skoða þetta í því samhengi, finnst mér. Já. Og þetta bara staðfestir enn og aftur því sem við höfum haldið fram. Þessar veiðar þær uppfylla ekki lög velferð dýra og þarna erum við bara að sjá hvernig þetta fer fram og það er bara hreinlega verið að murka lífið úr stórkostlegum ljúfum risum með 19. aldar veiðiaðferðum og árangurinn er eftir því. Haldið þið að það sé mögulegt að veiða stórhveli með mannulegri hætti? Erum við hérna, að því að það er alltaf verið að tala þetta að veiðar séu í lagi svo lengi sem að það sé mannulega gert. Þetta er nú ekki mannulegt, ekki einu svona samkvæmt lögunum. Er það hægt hreinlega? Nei, það er bara með engu móti hægt. Þrátt fyrir kjöraðstæður, veður frábært, lengd hvals frá bátnum og hvað það nú er og þrátt fyrir að þeir hitti á réttastaði þá er ekki hægt að tryggja skjótan, öruggan og sársaukalausan dauðdaga. Og það er það sem að niðurstaða fagráðs og hún stendur enn og þetta bara ítrekkar það enn og aftur og undirstrikar þetta. Þetta er ekki hægt að gera þetta. Já, ég held að allir sérfræðingar sem að hafa skoðað þetta séu sammála það, bæði dýralæknar og aðrir sérfræðingar í þessum málum. Það er ekki hægt að drepa stórhveli mannulega. Ef að forstjóri hvals var hérna með okkur, hvað myndið þið segja hann? Já, það sama og við erum búin að vera að segja í mörg ár. Bara gerðu það, hættu þessu. Hann á sér annað áhugamál sem að skadar engan og það er golf og hann má bara vinsamlega snúa sér að því. Endilega, en ég held við ættum líka að mér langar svo að taka undir það sem að Kata Ott sagði hérna í fréttunum í gær að
að við eigum að hafa hugrekki til þess að krefja stjórnvöld að stöðva þetta. Það eru þau sem að stjórna þessu. Þráttur að það sé eitt fyrirtæki sem að sé að standa í þessu og aðalega einn maður sem að stendur fyrir þessu, en þá er ábyrgðin þeirra sem að valdið hafa og við bara verðum að krefja þau að stöðva þetta núna. Já, og sérstaklega í ljósi þess sem við sáum núna líka í dag að Bjarni Benediktsson náttúrulega lýsti yfir vanhæfi sínu til þess að taka þessa ákvörðun vegna þess að hann var með náin tengsl við aðila sem að hagnast og á hlut í Hval HF, en skipti svo skoðun. Já, 2 vikum síðar. 2 vikum síðar, þegar allt var í upplaust vegna leynu upptöku sem var tekin af syni hans Jóns Gunnarssonar. Akkurat. Þú veist, þarna sjáum við að stjórnsýslan brást algjörlega. Auðvitað höfum við verið að kalla eftir síðan í haust síðan hann gaf út þetta nýja veiðileyfi og bent á það að hann væri vanhæfur og þetta væri valdníðsla vegna þess að hann var bara í tímabundinni starfsstjórn og hvernig þetta var allt framkvæmt. En núna náttúrulega verða stjórnvöld bara taka þetta fyrir. Umboðsmaður Alþingis þarf bara að skoða þetta mál og stjórnvöld þurfa virkilega að hafa hugrekki til að taka réttar ákvarðanir. Nú er Bjarni Benediktsson hættur, þannig að það er ekki eins og sé að sækjast eftir því eina ferðina enn að hann segja af sér. Ég hef ekki lengur tölu á því hvað hann þurfti oft að segja af sér í embætti, en einhver þarf að taka ábyrgð á þessu vegna þess að þetta, já, eins og þetta lítur út fyrir okkur, þá er þetta bara ólöglegt athæfi að gefa út þetta veiðileyfi á þessum forsendum og af þessum manni. Og sko, ef við skoðum aðeins bara stjórnsýsluna tilbaka, sko, hvað varðar hvalveiðar, þá er þetta svolítið í takt við, sko, gæði hennar eiginlega. Það er svona, þú veist, þetta hefur því miður verið litað af frændhygli og sérhagsmuna gæslu og manni finnst þess að þetta ódýra útspil þarna síðast sko einhvern veginn bara kóróni vittlausuna í þessu. Já, manni leið svona eins og að þetta væri svona eins og hefnigirni eða eitthvað svona, ég fekk alltaf þá tilfinningu, þetta væri svona, ef þið ætlið að gagnrýna mig, þá gerir ég þetta bara mun verra. Eða þú veist, þetta var einhvern veginn svona, það var svona tilfinningin sem að ég og þá væntanlega almenningur sem kannski kemur ekki svo náið að þessum málum upplifi þetta útspil að veita leyfi til veiða og svona til hins óendanlega að þeir virðist. Sitjandi í starfsstjórn og sem að nú kemur fram alltaf að sko ráðherrar Framsóknar sem voru þá starfandi sko einmitt töluðum það að það var ekki tímabært að taka þessa ákvörðun. Þannig það er lykt af þessu. Það er bara, maður verður að segja. Og það er í rauninni sorglegt að sjá að svona valdníðsla og svona stjórnsýsla henni skuli vera hampað. Af því að stuttu eftir þetta þá var landsfundur sjálfstæðismanna og þar var, þú veist, hann að státa sig af þessu í ræðu og það var staðið upp og klappað fyrir honum fyrir að hafa veitt þetta hvalveiðileyfi á þennan máta. Og sko alveg sama hvað fólki finnst og hvað það stendur í pólitík, þá á að krefjast þessu stjórnvöld starfi samkvæmt lögum og fylgi eigin siðareglum sem hann klárlega gerði ekki og það er ótrúlega sárt að sjá þó í þessu ósammála sjálfstæðismönnum í pólitík að þeir skuli hampa svona stjórnsýslu. Þið veitnið hérna í Katrínu Oddsdóttur lögmann, hún gat ekki verið með okkur, hún var í fiskeldinu í dag, en hún skrifar hérna á Facebook svolítið mitt þetta vanhæfi og hún notar bara þau hörðu orð að þetta sé beinleinis ólögmæt aðgerð og hún beinir því hérna og hún segir hún talar hérna að ráða móðgaðan samflokksmanns til verksins og hérna hrista af þessi vanhefnina, taka fordæmalausa ákvörðun til að leyfa veiðar sem fagráð hefur sagt að muni alltaf vera andstæður lögum velferð dýra eða með öðrum orðum ólögmætar. Leyfið er fordæmalaust að því leyti að það hefur ekki verið gefið út svo snemma fyrir vertíð áður og aldrei áður hefur það framlengst sjálfkrafa eins og nú er raunin. Varla þarf að eyða mörgum orðum í hversu fráleitt það er að þessi stjórnsýsla standist lög og meginreglur góða stjórnsýslu hætti, þannig að hún tekur í rauninni alveg undir það sem þið eruð að segja. Það er bara þetta er eiginlega bara gengur út yfir öll mörg. Það gerir það. Já.
Alkjörlega. Hún er lögmaður. Hún veit þetta. Já, hún veit þetta. Og já, það er í rauninni kannski ekki hægt að hafa mörg orð það. Maður er eiginlega bara hættur að vera hissa. Það er svolítið þannig. Þú veist, fólk í vissum stjórnmálaflokki leyfir sér að gera. Og þau eru blessunarlega ekki við völd núna. Þannig að núna verðum við bara að hafa trú á því að þessi 3 flokkar sem hafa myndað ríkisstjórn muni taka á þessum málum og við Rósa erum búin að ganga á fund 2 af þessum 3 ráðurum sem að hafa með þetta að gera og okkur að teki vel að þetta fáum við engin lofórð eða annað en við erum mjög þakkláttar að vera boðið í samtal við ráðherra og ráðamenn og það er eitthvað sem að forverar þeirra gerðu ekki. Já. Og bara löngu tímabært að hlusta sig á okkur kjósendur hvað þetta varðar, vegna þess að það er ljóst að meirihluti landsmanna er á móti hvalveiðum. Alla kannanir sýna það. Þið horfið á þetta myndband, þetta hafi séð margoft áður en ég svona eins og fyrir mitt leiti þetta er alveg hryllilegur óhugnaður. En þið svona hvað þið sögðu mig frá það var annað myndband af dýri það sem var skotið oft það dauðastríðið það var í einhverjar 5 klukkustundir ekki satt og svo slítur það sér laust eða hvernig. Já, það eru sem sagt til eftirlitsmyndbönd af veiðunum 2022 sem var veiðtímabili fyrir þetta sem við vorum að horfa á og þar er bara sama sagan og jafnvel verri sko vegna þess að þar voru dýr sem að háðu dauðastríð sem að sko vörðu alltaf 2 klukkstundir og svo var það þessi þarna, já, sem að var skotin, hann sleit sér lausan og þeir eldu í sko 5 klukkustundir þangað til þau týndunum. Þannig að sá hvalur bara synti í burtu með skutulinn í sér og við vitum ekkert hversu lengi þessi hvalur var að kveljast, sko. Þannig að þetta er, já, bara algjör hryllingur og það er öðruvísi að tala um þetta og svo horfa á þetta. Og svo margt sem maður sér á myndböndunum sem maður kannski hafði ekki alveg gert sér hugulund og mér finnst það sjást svolítið sko sérstaklega stingandi eða nístandi að horfa á þetta stóra dýr berjast fyrir lífi sínu og á sama tíma vegna þess að eins og Vala kom inn á áðan þetta er spendýr og hvalurinn þarf að koma upp og anda og mér finnst það sjást svo vel á þessum myndböndum hvað þeir eru að berjast fyrir súrefninu líka. Þeir eru að reyna að halda sér, þeir eru náttúrulega sárþjáðir, slasaðir og svo eru þeir að reyna að anda líka í gegnum þetta og koma upp og anda og þá eru þeir skotnir aftur. Nei, bara þetta er svo mikil þjáning og það er svo erfitt að lýsa þessu með orðum og þannig ég bara hvet fólk til þess að horfa á þetta ef það er í einhverjum vafa það, hvort að þeim finnst þetta í lagi eða ekki. Það er mjög gott að við höfum þessi myndbandi yfir höfuð til þess að skoða þetta svona vel, en núna er þetta bara staðfest aftur og aftur og þetta er ekki hægt. Já. Og einmitt eins og þú segir, sko, það er alveg ólýsanlegt að þú veist, það er bara hræðilegt að horfa á þetta. En eins og þetta sem þú segir með að þeir komi upp til að anda, það fór alveg með mig þegar ég satt einhver tíman með Anna Hítu sem hefur gert mjög mörg myndbönd þetta og ég sá að þú veist, þeir blása þannig að kemur smá svona vatn og gufa upp úr nema þegar það búið að skjóta og þá náttúrulega fyllast lungun af blóði og það bara kom blóðgusa upp þú veist og þá einhvern veginn svona það sló mig og það fannst mér bara svo hryllilegt að þetta er eitthvað sem að þú sérð og þú getur ekki tekið úr huga þér aftur. Þannig að þú veist, ég til dæmis mæla ekki með því að viðkvæmt fólk horfa á þetta. En ef að fólk styður hvalveiðar og vil halda því fram að þetta sé bara mannúðlegt og þetta sé í lagi, þá hvet ég til þess að horfa á þetta. Vegna þess að þau munu skipta um skoðun. Þau gætu aldrei hort á einhvern pína eitthvað annað dýr, svona hund eða kött eða hvað þá, þú veist, þessa stórkostlu stóru skepnu
Þannig að ég held að það sé þessi aftenging fólks sem svo alvarleg. Og náttúrulega þessi kallmennska sem að birtist í svo mörgu sem að við sjáum sem erum að berjast í dýravelferð, að alveg sama hvaða dýr við erum eitthvað að reyna að verja eða segja að það ekki í lagi að koma svona fram, þá alltaf einhver alveg, ég voru alltaf gert þetta svona og þetta allt í lagi og hvaða viðkvæmni. Þú veist, við þurfum bara eins að tengja okkur, við erum líka bara dýr og við viljum ekki, þú veist, og getum ekki hort upp á einhvern pína annað fólk eða börn eða þú veist, af hverju á þetta svo verið lagi. Það svona eitthvað siðrof sem á sér stað. Já, og sko við megum ekki tapa okkur stanslust í þessum hvað með isma eða benda á einhverja slæma meðferð á dýrum hér og þar og þannig einhvern veginn réttlættir að þetta. Sko þessar hrottalegu aðferðir við veiðar og hvölum, þú veist, það ekki hægt að réttlæta þær með því að segja já, kjúklingar, þeir aðbúnaðar kjúklingar hræðilegur. Þetta bara bæði mjög slæmt og annað réttlætt ekki hitt. Þannig að mér finnst við oft tapast í einhverju svona gagnslausri svona umræðu með þetta. En núna höfum við þetta og þetta bara svo skýrt og sko eina rökrétta svarið við þessu, þetta svo einfalt, bara hætta þessu. Það engin tilgangur með þessu lengur. Það þjónar engum tilgangi. Nei, þetta raunir bara skaðlegt fyrir land og þjóð. Þú veist, var bara síðast í gær að reyna að útskýra fyrir erlendum dýravelferðarsamtökum sem eru bara, af hverju ekki búið að stöðva þetta? Hvað málið? Þú veist, þau eru búin að skoða öll gögnin. Þú veist, Hvalur HF búin að tapa fjárhagslega á þessu, einhverja 3 milljarða á 10 árum. Þau eru ekki að græða á þessu. Íslendingar eru ekki að borða þetta. Þetta ekki nytjadýr. Núna eru Japanir búin að lýsa yfir að þau mun ekki kaupa af okkur kjötið. Þannig að það engin kaupandi. Og það eina sem ég gæti sagt þeim var að þessir fáu aðilar sem ennþá styðja þetta, þeim finnst bara nóg að Kristján Loftsson ráði þarna einhverja 100 menn á vertíð og útvegi þeim vinnu í nokkra mánuði. Þeim finnst það nóg rök til þess að halda þessu áfram. Þeim alveg sama þó að Ísland og Íslendingar séu ekki að græða á þessu á neinn hátt, heldur bara að fá slæmt orðspor og annað. Þannig að þau vita að Kristján Loftsson á bara nóg pening. Þetta ekkert högg fyrir hann að tapa einhverjum miljörðum. Hann á bara það mikið. Og þau eru bara að hugsa, já, ég þekki þarna þessi Jói frændi minn, hann fær vinnu í 4 mánuði og að safna þessu fyrir íbúð. Þetta svo ótrúlega grunnhyggið. Þú veist, það einhvern veginn öll rök á móti þessu, en það þetta litla atriði sem að fær fólk til þess að ríghalda í að við skulum nú halda þessu áfram. Já, af því að einu rökin virðast vera sko af hverju ekki, sem að ekki rök. Já, þetta ekki rök. Og svo heyrir maður oft að sko að þetta séu sjálfbærar veiðar. Ég bara held að fólk sem að hendir því fram það skilji ekki hugtakið sjálfbærni eða sjálfbæra þróun, þess að eitthvað athæfið sem telst vera sjálfbært, það eitthvað sem svarar þörfum samtímans án þess að minnka möguleika komandi kynslóða til þess að svara sínum þörfum. Og til þess að þetta gangi upp þá þurfa að vera þarna 3 meginstoðir sem að megi ekki skaðast, og það samfélag og það efnahagur og náttúran. Og það má ekki skaða eina stoð af þessu, vegna þess að þá athæfið ekki lengur sjálfbært. Og í allan samkvæmt mínu viti og í mínum bókum þá skaða hvalveiðar allar 3 stoðirna, þannig að ég myndi bara að segja að hvalveiðar væru sko eins langt frá því að vera sjálfbærar og hugsast getur. Já, og það náttúrulega líka bara falsfréttir sem eru að koma núna. Það búið að vera aukin umræða það að hnúfubaggar, að það sé þeim að kenna að það sé loðnubrestur. Á meðan að vísindamenn keppast við að segja það bara ekkert í okkar gögnum sem sýnir fram á það að sé hnúfuböggum að kenna að það sé loðnubrestur á Íslandi. Auðvitað borða hnúfubaggar loðnu, en það eru bara svo margir aðrir þættir. Það hækkun hitastig sjávar, það minni fæða fyrir loðnu og annað sem að kemur þarna inn í. Og þeir vita það líka að hvalir búa til næringarefni fyrir þessi dýr. Þeir sem að hreyfa svifið til þess að það fari upp á yfirborði og ljóstillífi og það verði meira svif sem áta fyrir þessa fiska og úr skíturinn
hvað er gott orðið við skítur? Maður segir vist ekki úrgangurinn úr hvalnum þetta matur fyrir fiska. Þannig að það, þú veist, ef að það ekki hvalir í sjónum, þá mun fiskistofnin minnka. Men þess að þetta vistkerfi og þetta vistkerfi búið að vera þarna mikið lengur heldur en við höfum verið á jörðinni. Þá þetta vistkerfi í sjónum búið að vera til í milljarða ára. Þannig að það að við ætlum að koma inn og reyna að stjórna þessu, það hefur aldrei gengið vel. Nei. Þegar að maðurinn ætlar að fara að stjórna vistkerfinu, hvort sem það á landi eða í sjó, þá höfum við olli í skaða og það hefur alltaf verið hnignun vistkerfa vegna þess og við þurfum bara átt okkur á því og það bara sorglegt að sjá einhverja menn sem að ákveða að flykkjast með Kristján í liði, þú veist, jafnvel starfandi hjá ríkisstofnunum eins og Landhelgisgæslunni og leyfa sér að segja þessa hluti án þess að hafa nein gögn sem að sanna það að þetta sé einhver raunveruleiki. En það náttúrulega líka ekki neinn að veiða hnúfubaka sem betur fer. Það var ekki gefið út leyfi fyrir veiðar á hnúfubökum og það enginn sem borða þá. Já, það var náttúrulega gefið út þetta hrefnuveiðileyfi að auki. Við vitum ekki hvort að af því verður. Ég veit að hvalaskoðunar fyrirtæki á Ísafirði og ferðaþjónustan hefur mótmælt því að í Ísafjarðardjúpi verði veitt vegna þess að það getur skaðað þeirra viðskipti. Upplifun ferðamanna sem að fara í hvalaskoðun og Ísafjarðardjúpi myndi náttúrulega stór skattast ef þau sæja allt í nokkuð dát, fara út og skjóta hvalina sem þeir að dástað. Alveg eins og hér í Faxaflóa þá var náttúrulega sett á griðasvæði vegna þessa. Þannig að, já, góðu fréttirnar eru að hvalur 8 og 9 ekki í slipp. Nei. Og mínir menn á Akranesi segja að þeir hafa ekki frétta neitt að verið ráðinn í sumar. Ok, þetta nú bara. En þú veist, ég veit ekki, þeir þekki ekki alla. Við krossum bara fingur. Já, ég krossa fingur og það sé rétt. En nú einmitt þessi ríkisstjórn sem þessi nýja ríkisstjórn, þær hafa nú verið svolítið svona á ykkar línu. Þær hafa talað þetta að það leyfi til hvalveiða yrði endurskoðað næstu og á þessu ári. Sérst segja þeir bara í desember, í fyrra. Kristján Frostadóttir held ég hafi farið þar svona fremstu flokki og þið nefndu þeir hefðu farið og rætt við á þeirra. Eitthvað svona þess að þið getið sagt okkur frá þeim fundi? Sko, við allan að fengum áheyrn og fengum tækifæri til þess að koma okkar skoðunum til skila og sem náttúrulega mjög gott. Ég meina, við verðum bara að vona að þær bara standi við sína sannfæringu. Við vitum alveg að það er önnur skoðun þarna heldur en hjá forverum. Já, hjá forverum, þannig að en þetta verður auðvitað alltaf að vera í samræmi við lög og allt svoleiðis. Þannig að, en það er líka alltaf að réttlæta að lagfæra þau mistök sem hafa gert allan. Við erum að vonast eftir því að þær standi í lappirnar og geri góða hluti. Ég ætla að halda í vonina með það, sko. Já, ég ætla að gera það líka. Konurnar eru komna til þess að þrýja upp skítin eftir kallana. Ekki fyrsta sinn í sögunni. Úrganginum. Hversu oft ætla ég að segja þetta orði í þessu þætti? Já, en það náttúrulega verið að bíða eftir skýrslu starfshóps ennþá. Skýrsla starfshóps hefur tafist núna 3 var. Hún átt að koma fyrir áramót, svo átt hún að koma rétt eftir áramót, svo átt hún að koma síðustu mánaðamót og ekki ennþá komin. Það sem starfshópur að taka út lagalega umgjörð hvalveiða og við erum bara mjög spennt í hvalavinum að frétta því og sjá þá skýrslu. Vonum að hún verði kvölunum í hag og að konurnar góðu í ríkisstjórn geti nota þá skýrslu til þess að stöðva þetta nú í eitt skipti fyrir öll. Kannski lókum, hvernig gerist fólk hvalavinir með ykkur? Já, þið getur skráð ykkur. Skráningarhlekkurinn á hvalavinir.is. Hvalavinir.is. Já, endilega komið í hvalavinni. Og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Já, og samfélagsmiðlum, Facebook og Instagram og þetta helsta. Já, endilega. Já, þá Valgerður Árnadóttir og Rósa Líf Darradóttir, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig hvalveiðar.
Takk fyrir okkur. Tókið við því að það er meira hér handa við hlið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is